Þórsmörk einn vinsalasti áfangastaður ferðamanna á Íslandi. Landsvæði var helgað guðinum Þór af norrænum landnámsmönnum og haft sem búsvæði. Núna byggðin löngu horfin og okkar dögum koma hingað ferðamenn og náttúruskoðarar. En hvers vegna? Leyfið mér að deila með ykkur mínu svari. Þegar ég fer þessa slóðir horfi ég á hvernig landi verður til og lífríki dafnar, leið og ég sé hvernig tíminn breytir landinu þótt hægt fari, rétt eins og hann breytir landslagi minninganna. Að vetri til eru hér jafnan fáir á ferli og umhverfið kyrrlátt. Ég ætla að hitta kunningja mína á morgun. Aðeins þrautsegur rjúpan deilir með mér kyrrðinni. Reyndar á rjúpan sé náttúrulegan óvin íslenska refinn sem hefur átt óðul hér lengur en mannabyggð hefur varað á Íslandi. Rjúpan og refurinn eru hluti af náttúrulegri heild, lífríki Þórsmerkur. Í skála ferðafélags Íslands Skagfjörðsskála í Langadal notalegt við eldinn og af gömlum vana náttúrufræðingsins færi ég eitt og annað í minnisbók. Þrátt fyrir margar heimsóknir ávallt eitthvað nýtt að sjá. Þótt Þórsmörk sé aðeins 20–30 kílómetra frá byggð og suðurströnd landsins svipur hennar undarlegt sambland af afskekktum öræfum og þróttmiklu lífríki, umkringt virkum eldstöðvum, fast við kaldar jökulrætur, allt í senn. Stysta leið af þjóðveginum til Þórsmerkur 24 kílómetrar og hana fara flestir. Ekki þó kunningjar mínir að þessu sinni. Þeir ætla að fara fyrst austur hálendi Íslands og leggja af stað í góðu veðri. Á tröllvöxnum fjallajeppum eru þeir næsta frjálsir á hvítri eyðimörkinni, uns á bera tindfjöllum. Veðurbreytingar eru snöggar á Íslandi og fyrr en varir skollin á bylur. Land og himinn renna saman, færð þyngist en með því að hleypa lofti úr dekkjum hinna breyttu og bættu jeppa og nota GPS staðsetningartæki komast menn áfram leið sem talist hefði ófær fyrir 2 áratugum. Árnar á leiðinni í Þórsmörk eru oft bólnar og illfærar á veturna. Þótt hópurinn hafi komist undan veðrinu reynast vatnsföllin tafsöm. Í kyrrðin inn í Þórsmörk heyri ég dyninn frá Össlandi bílalestinni í fjarska. Við höfum ákveðið að hittast upp á þekktasta útsýnista merkurinnar, Valahnúk, á þessum síðasta degi ársins. Ég hraða mér yfir að skálanum en grípi tómt. Mér sýnast kunningjarnir taka á sig krók enda forvitið fólk með afbrigðum. Stysta leiðin upp greinilega snjólétt og ég flýti mér til að vera á undan hópnum. Valahnúkur rís 458 metra yfir sjó rétt hjá skálanum í Langadal. Mér tókst að verða á undan hópnum upp að útsýnisskífunni. Þarna uppi má lengi spá í fjölbreytt landslagið á Goðaland og í Þórsmörk, sem reyndar var ekki mikils virði héti það ekki neitt. Sem betur fer úr og grúur af örnefnum á þessum slóðum, en hér á norðar voru að minnsta kosti 3 býli til forna.
Sagt er frá landnámi bræðranna Steinfinns og Ásbjarnar Eirketilssona í Landnámabók. Sú byggð fór í eyði en á 19. öld var búið í Húsadal 1 ár. Síðdegissólin litar augnablikin gul og skarpir dimmir skuggar eru komnir fram. Vetrarbirtan ber í sér einhverja töfra sem skýra sumt á hverju ég kem hingað. Rebbikarlinn lætur sig dreyma sína áramóta veiði sem sýnd en ekki gefin. Og með kvöldinu verður skógurinn æ naktari og dimmari en ófrýnileg nátttröllin æ greinilegri. Í skálan hafa bæst fleiri ferðahópar. Aldimmt verður snemma í desember og brátt árið kvatt að góðum og fornum norrænum sið með söng, gleði og auðvitað brennu. María, 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 María. Flugeldar og einmanna saxofón krydda þessa gömlu og göróttu blöndu með nútímanum, minn okkur á eldina. Nýtt ár hafið. Þá erum við hæfi að halda upp á daginn með því að skoða í eina furðukistu Þórsmerkur hina stórskornu Stakkholtsgjá. Fíllinn sem hér staðfugl eina lífsmarkið. Í ísbrituðum vetrarbúningi gjáin harla ólík sumarútgáfunni með sinni grænu skikkju. Nú má líka rifja upp ljóðlínur Jóhannesar úr Kötlum sem var landvörður í Þórsmörk í 7 ár og sótti þar hughrif í skáldskap sinn. Hann myndist þar á hamingjulindina í mörkinni sem svalaði sálu hans. Þótt ekki væri svo lind hér inn í þröngunum verkar útivera og umhverfi á langflesta eins og skáldi lýsir. Þegar sól hækkar enn á lofti kominn tími ísklifrara og jökulfara. Þá fer mig að klæja í lófana. Í Gígjöklinu sem fellur 1200 metra fall norður úr Gíg Eyjafjallajökuls hef ég þjálfað ísklifur oftar en á nokkrum öðrum stað. Enginn ætti að leggja á svona jökul nema kunna til verka eða hafa með sér kunnáttumenn til halds og trausts. Undarleg en góð svo tilfinning að leika á heildjúpar sprungur, forðast valta ísturna og mjakast upp lóðrétt ístál. Þá finnst manni eins og náttúran sé mikil og stórlát, en samt ekki of. Ólíkt jöklaprílinu erindi Snorra Baldurssonar sérfræðings við rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins til Þórsmerkur, en skógræktin ber ábyrgð á landsvæðinu sem friðað var að tilhlutan hennar. Ég kem hingað í Þórsmörk á hverju vori til að kanna skóginn sem víða með áhugaverðustu birkilundum landsins. Fornir stórskógar gefa af sér þróttmikil afkvæmi. Hérna velja mér falleg og vöxturleg tré til þess að taka af græðlinga. Þá nota ég síðan sem sérfræðingur í skógrækt og líffræði til þess að klóna og rækta heppileg kvæmi. Þau á aftur að nota í öflugri og bráðnauðsynlegri skógrækt. Hún okkur Íslendingum mjög mikilvæg og við þurfum mikið af góðum plöntum til að efla skóginn okkar á ný. Þetta starf hluti af rannsóknum og þróunarstarfi Skógræktar ríkisins. Snorri ekki eini vorboðinn í Þórsmörk. Með vorsólinni fer klækinn brátt að klökkna, vatnsniður heyrist allstaðar og snjóinn tekur hratt upp.
en hæðin á sléttunni við Þórsmörk er rétt 100 metrar yfir sjávarmáli. Gaman er að fylgjast með rjúpunni. Háttalag karrans er enn einn vorboðinn. En þegar ég kem næst í mörkina hefur karrin löngu náð að fylgja kalli náttúrunnar. Ég eftir á móti er komið með eins konar vængi. Ég ætla að dæla landslægin og sjaldförnum slóðum beint í æð með því að fljúga á þyrlu hring sem slægur er í. Þórsmörk og Goðaland eru samlíkjandi og gróðursæl svæði með dali, hlíðar og gil skorin í hálendið á Miðsuðurlandi. Þau eru í krikanum milli eldfjalla sem dorma undir háum jöklunum. Sem betur fer hafa göngubrýr verið lagðar yfir flestar ár í Þórsmörk og nágrenni og auðvelda þær fólki för fjölmargar merktar leiðir sem hafa verið lagðar þar. Á leiðinni heim í Skála hitti ég aftur fyrir straumendur, jafn eljusamar og leikandi sem fyrr. Kvöldvökur í Þórsmörk eru orðnar fleiri en tölu á festir. Söngur, dans og hvers kyns veigar eru hluti af dvölinni, segjum við. Ég blanda mér þreyttur í hópinn sem skemmti sér úti í volgu sumarökkrinu, en á morgun ætla ég að skoða jarðfræðisvæðisins betur. Berggrunnur Þórsmerkur er fremur fábreyttur, en neðst í fjöllunum er þykkt lag úr samanbræddri flóðgjósku. Gjóskan og bergmólar úr ægilegri sprengingu hafa hulið dali og ása fyrir löngu síðan. Lagið sést víða niður við aura Krossár og nefnist svona berg úr eldskýi Flikruberg. Ofan á Flikrubergið lögðust mörg lög af gjósku og bergmylsnu úr öðrum gosum, flestum undir jökli mjög seint á ísöld. Gjóskan er orðin að móbergi og brotabergi, en jöklar, bæði á ísöld og í nútímanum, hafa rofið dali og árnar gil í móbergið. Þórsmörk er umkringd stórum, virkum og jökulþöktum eldstöðvum. Í suðri rís Eyjafjallajökull upp í rúmlega 1600 metra hæð með sterku svipmóti. Hann er eldkeila og gaus síðast 1821. Í austri felur Mýrdalsjökull Kötlu eina stærstu og virkustu meginestur landsins og teygir jökularma til Þórsmerkur. Í norðri rísa Tindfjöll með allstóru öskju eða sigsvæði. Þar hefur verið lítil eldvirkni, en Flikrubergsgosi mikla var þó í Tindfjöllum fyrir 60 til 120.000 árum. Þessar gjöreyðandi náttúruhamfarir líktust frægu gosi í Sankti Helenufjalli í Bandaríkjónum 1980. Minni og ólíka náttúruhamfarir urðu við Steinsholtsjökul sem fellur fram af Eyjafjallajökli árið 1967. Þarna sést glöggt hvernig náttúruöflin móta landið. Snemma vetrar hrundu milljónir tonna af grjóti úr aðliggjandi fjalli ofan á jökulinn og ruddist grjótið með heljarstórum ísjökum og miklu vatni fram þennan dal eins og sjá má á hólunum. Hlaupið barst út sandana þar sem Þórsmerkurleið liggur milli stórra bjarga sem eftir urðu. Móbergið í Þórsmörk er víða lagskipt og líka mikið sorfið af vindi, vatni, en frost og þíða sprengja það einnig fram á vilja. Þannig er mikið af skrýtnum dröngum, bríkum, gatklettum og hellum á öllu landsvæðinu.
Sumir hellana eru þekktar en þessi, eins og Snorraríki með miklu af leturistum og svo Sóttarhellir. Jökulárnar eins og Krossa og Hvanná hafa verið iðnað við að fylla upp í megin dalinn með framburði sínum. Þær hafa myndað sléttuna sem í ekið eftir inn í Þórsmörk. Í Básum á Goðalandi sunnan Krossár hefur útivist sína skála og aðstöðu. Eins og hjá Ferðafélagi Íslands og Austurleiðum eru þarna skálaverðir sem geta gefið ferðamönnum upplýsingar, leiðbendum gönguferðir og fleira. Í Þórsmörk koma tugþúsundir hvert sumar. Vanir göngumenn, jafnt sem fjölskyldufólk, vill hafa hægar sig. Erlendir og innlendir ferðamenn koma oft í skipulögðum hópum, en bílferðir eru frá Reykjavík og Hvolsvelli í Langadal, Húsadal og í Bása. En nú kominn tími til að skoða Stakkhólsgjánna að sumri til og bera hana saman við vetrarsýnirnar. Nú yngsta dóttir mín, Helga Sigríður, með við hlið því ég ætla að kynna hana fyrir þessum töfrastað. En það fíllinn sem heilsar komumönnum í gjána. Þetta flinkur flugfugl og þekktastur fyrir lýsispíuna sem hann lætur vaða, komumaður og nálægt setri hans. En það gerum við Helga ekki, heldur gönguminn Skorningin sem allstór á hefur grafið í gljúft móbergið og undanförnum árþúsundum. 250 fílsleiður í Stakkhólsgjá, en fíllinn heldur þar til árið kringa mestu eftir hann hóf búskapinn upp úr 1960. Og þótt okkur langi ef til vill að heilsa upp á fíla, hættulegt að klifra í berginu. Það brotgjarnt og vatn og mosu og fugladrit gerir það sleipt. Dritið áburður og í gjánni gott skjól. Þar því töluverður gróður, meðal annars falleg hvönn. Eitt af því sem dregur fólkin í Stakkhólsgjá spil, ljós og skugga, bergmálið og svo tilfinning að vera ganga inn í iður fjallsins. Fíllinn sjaldan hljóður og margfaldar bergmálið kliðinn. Stakkhólsgjá í heild sinn 2 kilometra löng en 50 til 100 metra djúp. Menn skynja hér líka að jökullinn ótrúlega nærri, skammt ofan við Stakkholtið. Þaðan sígur lindavatnið sem víða kemur fram í gjánni. Flestir sem fara inn í Stakkhólsgjá feta sig alveg inn í þröngina innst, þar sem eins konar hellir opnast upp í bláan himinn og lítill foss steypist næstum því beint ofan á mann. Þarna inni líka svalt svo að það best að fara í yfirhafnir þótt sól skíni í heiði. Mörgum þykir þetta náttúruna musteri einn magnaðasti staðurinn á þessum slóðum. Í einni heimsókn minni dregur jörðin mig að sér og minnir á að stundum gott að njóta náttúrunar í Kyrrþey. Ríflega 200 tegundir háplantna í Þórsmörk og nágrenni, nærri helmingur íslensku háplöntuflórunar. Víða freistandi að líta sér næst og skoða þennan litfagra og ljúfa hluta náttúrunar, fyrst meðan allt í blóma, en síðar þegar haustlitirnir taka við.
Í Þórsmörk sumarhlýtt og þar þurrara í skjóli jöklana en allt kring. Þess vegna þrífast blómplöntur hér vel í ólíkum vistkerfum svæðisins, í mólendi, á áreyrum og í skógi. Við höfum þegar kynnst nokkurum af þeim fuglategundum sem lífga upp á Þórsmörk. Algengur varpfugl þar skógarþrösturinn. Hann farfugl en kemur snemma og bæði fallegur og söngvinn. Sama má segja nærri helmingi minnifugl sem verpir líka í Þórsmörk. Og hann erfiðar að koma auga en söngurinn afar fallegur. Þetta músarindillinn sem staðfugl ólíkt þrestinum. Og á þessum tíma rjúpan komin í sumarbúningin. Unga hjörðin stór og fuglinn hljóður nema þegar kerlan korrar til að kalla á litlu krílin og svo þyturinn af vængjatakinu vel þekktur, en rjúpur hafa sitt kjörlendi víða á svæðinu. Líklega skógurinn, kjarrið og lyngið ein aðalorsök þess hve ríki fuglana í Þórsmörk og nágrenni líflegt. Það minnur okkur á að ill meðferð skóga og til dæmis óþörf framræsla mýrlendis hefur gert fuglum allt og víða erfitt fyrir á Íslandi. Þeim mörkin því eins konar griðland. Frá vængjuðum fuglum til vængjaðra véla. Í góða veðrinu við lónið framundan Gígjökli gott að vera. Hér minnir fátt á sorglega atburði sem hafa orðið upp á Eyjafjallajökli. Meðan ég bíð eftir klifurfélögum úr Reykjavík, rifja ég upp að 3 flugvélar hafa farist á eldfjallinu og með þeim allmargir menn. Eins og hendi veifað reiðjast þungbúin þokuský með rigningarhaglanda niður af jöklinum. Drungin hæfir vel erindinu, en við félagarnir ætlum að skoða leifarnar af flugvélaflaki sem hefur borist ofan af fjallinu niður jökulfallið. Árið 1952 fórst þar hæst uppi björgunarflugvél bandaríska hersins 2 hreyfla Albatross-flugbátur. Vélin öll brotin, undin og teygð eftir heljartök íssins. Orsakir slysins óljósar en veður var vont. Allir borð lifðu af lendinguna en mennirnir létust úr kulda eða hröpuðu hér í Gígjöklinum sem steypist norður úr toppgíg fjallsins. Flugvélaflaki minnir á að samskipti manns og náttúru ekki alltaf auðveld eða gleðileg. Stundum máttu menn láta sig hafa önnur áföll af völdum náttúrunnar. Árnar í og við Þórsmörk hafa löngum verið erfiðir faratálmar. Meðan bændur undan Eyjafjöllum eða úr Fljótshlíð sóttu við eða ráku fé af hestbæki til og frá Þórsmörk og nágrenni, fórust skepnur í ánum. Miðja 20. öldina komu enn allstór söfn innan úr mörkinni og fór svo oft að kindur áttu erfitt með að ná yfir árnar með dapurlegum afleiðingum. Allnokkrir ferðamenn fóru til Þórsmerkur á hestum allt fram eftir 20. öldinni, en það var fyrst með fjórhjóladrifnum torfærubílum að ferðamennskan fékk byr undir vængi. Gömlu jepparnir og herdrukkarnir voru gulls í gildi. Núna fara oft tugir eða 100 bíla inn úr á dag sumarlangt.
Þeirra á meðal á ferðinni rútubílstjórar eins og Óskar Sigurjónsson, sérleyfishafi hjá Austurleið. Hann einn af þeim gamalreyndu í faginu. Ég fékk Óskar til þess að hitta mig einn rigningardag við Krossá og ræðum akstur í Þórsmörk. Hann telur að ekki eigi að brúa árnar en nota rútu til að ferja fólk yfir árnar eða treysta mönnum sem læra að aka jeppum yfir þar þegar við á. Vegna kunnáttuleysis óvarkárni eða hreinni slysni hafa margir lent illa í ánum. Stundum hafa orðið alvarleg slys og mannslát. Algengast að menn meti straum og dýpi rangt og aki tiltölulega léttum eða lágum bílum út í bólgnar árnar. Óskar man vel eftir þessum jeppa sem áin tók í vatnavöxtum og skemmdi nokkuð, en með snarræði tókst að bjarga fólkinu. Kvíslár Krossár eru einna hættulegastar ökumönnum en aðrar minni jökulár eru víða bæði djúpar og straumharðar þegar vöxtur í þeim. Mörg dæmi eru þess að óvanir ökumenn, eins og þessir útlendingar, fleyti upp jeppum líkt og hér gerist í útfallinu úr Gígjökulslóninu. Óvanir eiga aldrei að leggja einbíla í árnar og gæta þar vel að búnaði og getu þess bíls. Mörgum finnst þó vatnsbaðsli bara tilheyra ferðinni, meðan allt fer vel. Jæja þá, nú ég búinn að fá nóg af vosbúðinni þennan daginn. Ég hef hvatt Óskar og þau hin í skálum Austurleðir í Húsadal og hraðað mér eftir mertri leiði yfir í Langadal í Skagfjörðsskála. Þar notalegt að ylja sér. Í ágúst fer að hausta, óskup hægt. Skuggarnir lengjast og einn haustmorguninn þegar ég lít út allur fjallasalurinn heiður. Mýrdalsjökull með Kötlu sem ekki getur sent hingað hlaupvatn en gæti valdið miklu tjóni með öskufalli. Og Eyjafjallajökull sem ekki hefur bært á sér í vel á annað 100 ár, skyldi hann gjósa í náinni framtíð. Ekkert eilíft undir sólinni, svo mikið víst. Vart hægt að hugsa sér Þórsmörk öðruvísi en svona þegar árnar glitra í sólinni eins og silfurbönd. Ný árstíð hefur þó enn ekki skreytt landið haustlitum að marki og tilvalið að velja sér eina af mörgum gönguleiðum í Þórsmörk. Víða bratt og tæft og þar ber að fara varlega, vera með góðan göngubúnað og leggja ekki á háfjöllin nema með nesti og góða skjólflíkur, eins þótt veður sé hlýtt. Ég held áleiðis eina allra vinsælustu leiðina upp frá Básum í 8-5 í suðri. Úr skálanum þar upp unnt að ganga niður á skógum við þjóðveginn, margir nota til þess 2 daga. Af útigöngu Höfða og Morinsheiði og Heljarkambi víðsýnt enda hækka landið á leiðinu upp í 1100 metra. Seint í september skrepp ég snöggaferð til Þórsmerkur, ek á móti farfuglunum. Haustsólin og haustlitir lokka mig hingað. Ég hripa niður minnispunkta til að nota í frásagnir Þórsmörk og nágrenni, þar sem ég sé alltaf eitthvað nýtt eða mér óþekkt. Augun hvarfla líka hátt upp til nærliggjandi fjalla eins og Tindsins í Tindfjöllum sem kallar á vetrarklifur eftir nokkra mánuði. Já, því við erum nú að tína birkifræ. Haustverk manna í Þórsmörk eru margs konar. Til dæmis Guðjón Magnússon frá Landgræðslunni aftur kominn til Þórsmerkur. Hann stýrir birkifræsöfnun sjálfboðaliða. Fræið dýrmætt í baráttunni fyrir endurheimt landgæða.
Áður en fyrsta snjókoman leggur kyrrlátlega fallega blæju yfir landið er loks kominn tími til að hverfa burt úr þessari merku hálendisvín, rétt eins og gæsin gerir. Þar með kveð ég ykkur, en hver veit nema við sjáumst í mörkinni.